Þannig að sjá. Ég get ekki alveg fyrir hérna. Svona. Við byrjum bara 5 mínútur yfir. Já, það nokkuð. Góða 60 sekúndur. Kannski ég tali bara á meðan til að hitta plötuna, þannig sé ekki eitthvað að fara að voice-krakka leiða. Hæ, velkomin! Eigum við að mjúta? Heyrið í okkur? Ég heyri í ykkur. Heyrið þið í mér? Sæl verið aftur í Masterclass í aktivisma. Hér fáum við baráttufólk til okkar sem að segja frá þeirra sögum, þeirra reynslum og þeirra markmiðum í baráttu fyrir jafnrétti á Íslandi. Þessi fyrirlestrar eru í boði sósíalísku menntakommununnar og eru að 2 vikna fresti. Í síðustu vikum höfum við fengið Hörð Torfason og Semu Erlu Serdar til okkar sem ræddu baráttuna fyrir samkynhneigðum á Íslandi og söguna þar, og Sema stofnaði Solaris sem eru samtök fyrir flóttafólk og tala hennar sögu og reynslu með að stofna þetta og koma fram betri réttindum fyrir flóttafólk á Íslandi. Í dag fáum við til okkar Öfga sem hóp kvenna sem hefur verið stór rödd í núverandi MeToo umræðinni. Það er þetta samfélagsmiðla eins og aðalega TikTok og Twitter og aðra til að mennta fólk og ræða ójafnvægi valdsins í samfélaginu sem að leiði þá vegna feðraveldis sem að leiði til nauðgunarmenningar sem að byggir ofan á þessu valdaójafnvægi. Hérna eru þær, kynni þá Öfga, endilega takk í sviðið. Helga, og hún ekki að byrja? Já, herru, þakka ykkur kærlega fyrir að leyfa okkur að koma. Masterclass mun vera nokkuð lagskiptur og fyrir skynsegifólki sem með okkur í dag þá ætlum við að byrja að segja bara frá uppsetningunni. En meðlimir halda stutta kynningu á sjálfum sér. Svo ætla ég að segja stuttlega frá hvað öfgar eru og hvernig öfgar eru til og hvað það er að vera öfgi. Tanja ræðir þörfina fyrir baráttu kynbundnu ofbeldi. Þórhildur ræðir fjölmiðla og feminisma. Ólöf ræðir raunveruleika aktivisma á samfélagsmiðlum og fer með okkur á skólabekk og fræðir okkur femínísk hugtök. Hulda fer yfir sögu þolenda í fjölmiðlum síðastliðin 30 ár. Síðan mætir Þórhildur aftur til leiks og segir frá vinnu Öfga, næstu skrefum og framtíðarsýn félagasamtakanna. Og svo endur við á spurt og svara, bæði úr sal og líka á netinu. Ég hika að standa spurningar. Ég ætla að byrja að kynna mig aðeins. Ég er 28 ára móðir og eiginkona frá Hafnarfirði og eins og flest allir í þessum hóp þá er ég þolandi kynferðisofbeldis. Ég er að læra iðnþjálfunarfræði í Háskólanum á Akureyri. Ég er mikið nörd og spila reglulega Dungeons & Dragons. En í þeim heimi er engin kvenfyrirlitning. Ég er mikil félagsvera og veit fátt betra en góðu matur og rauðvín með fjölskyldu og vinum. Ég hef verið aktív í aktivisma síðan 2017 og brenn fyrir mannréttindum. Mér fannst ég aldrei gera nóg áður en ég byrjaði Öfgum. Ég var bara partur aktivisma svona hér og þar. En þegar ég byrjaði Öfgum fannst mér ég loksins finna röddina mína og hópinn sem ég að leita af í mörg ár. Mér finnst minn helsti styrkleiki innan Öfga vera listræn hugsun og ég er líka alveg bara svona no bullshit típa og segi stelpunum alveg að mér mislíkar eitthvað og ég vona þær meti það, annars bara cancela þær mér. Já, ég heiti Hulda Hrund og ég er 34 ára fótboltamamma á Hafnarfirði. Ég er svo heppin að eiga 2 yndislegar dætur en öll þessi barátta mín er fyrir þær. Þrátt fyrir að vera, samkvæmt kommentakerfum Íslands, ein ljótasta kona landsins sem þjáist af sjúklegum brundskorti, þá er ég gift. Svo það er allavega einhver að núti sem vill ríða mér. Ég er lærð söngkona, leikkona og handritshöfundur og tíma nam ég nám við leikskólakennarafræði við HÍ. Ég ólst upp í mjög femínísku umhverfi með sterkar kvenfyrirmyndir til þess að líta upp til.
Bæði amma mín og langamur voru brautryðjendur á sínu sviði og það er eitthvað sem knýr mig áfram því að spor þeirra eru stór en það er líka metnaður minn. Ég hef verið aktivisti síðan 2015 og talaði opinberlega kynferðisofbeldi sem ég var beitt í æsku. Reglulega fæ ég svokallað imposter syndrom yfir að vera að taka pláss í femínískri umræðu. Ég er ekki með master í kynjafræði, ég er ekki sálfræðimenntuð, heldur bara leikari sem tíma lærði leikskólakennarann. En svo man ég að ég kláraði verklega prófið í nauðgunarmenningu þegar ég var 12 ára. Starf mitt innan öfga er mest skapandi í bland við fræði og sem skynsegin kona þá sé ég heiminn öðruvísi en með öðrum augum og það er eitthvað sem gerir okkur öfga sem sterka heild því að við erum alls konar og það styrkir okkur. Þá fæ ég að kynna hana Ninna okkar. Ninna Karla er 36 ára og er í stjórn öfga. Til að byrja með ákvað hún að vera í öfgum til að vera fyndin á TikTok. Hún er tónlistakona og listförunarfræðingur. Hún er þolandi og búin að vera í aktivisma síðan 2015. Hún er feministi vegna þess að hún á 2 dætur sem eru að skríða unglingsaldurinn og hún vill gera allt sem hún getur til þess að þær þurfi ekki að upplifa það sama hún sjálf og þær geti verið öruggar. Hún er í þessari baráttu vegna þess að hún vill þolendavænt réttarkerfi. Það sem einkaþjálfari í 7 ár og rekur núna ásamt öðrum fjarþjálfunarfyrirtæki Alpha Girls og þar er ég að vinna svolítið með að valdefla konur í gegnum hreyfingu. Í mér hefur alltaf blundað mjög sterk réttlætiskennd eða það er svona það sem að mitt nær umhverfi segir mér og ég kemur í raun engum óvart að ég sé aktivisti gegn ofbeldi. Ég var snemma í æsku útsett fyrir ofbeldi og það hefur vissilega mótað mína vegferð og það er líklega stærsta ástæða þess að ég stend hér í dag og tala við ykkur aktivisma. Ég er hvatvís, ég er með sterkar skoðanir, ég blóta mikið, orðaval mitt, framsetning skoðana minna er eitthvað sem hefur stuðað fólk alveg bara frá því ég var lítið barn í rauninni. Og mér er alveg sama, ég er svolítið veð í hlutina. Ég hef oft hugsað hvers vegna ég er svona mengandi og ögrandi og ég velti oft fyrir mér hvers vegna ég valdi að brjótast út fyrir boxi sem samfélagi vill að ég sé í. Þegar ég er alveg að bugast og orðin þreytt, að þá minni ég mig á að í grunninn er ég bara venjuleg kona að reyna að lifa af í samfélagi þar sem að lífi mín er ógnað fyrir það eitt að vera kona. Og það er minn helsti drifkraftur í þessari baráttu. Hæ, ég heiti Tanja Ísfjörð og ég er 26 ára landsbyggðartútta frá Húsavík og Sauðárkróki. Ég er trúlofuð, ég á 2 börn og 2 hunda, búsett í Noregi. Ég er uppkomið bara alkohólista og hefur líf mitt verið svolítið litað af því. Ég hef alltaf fundið ákveðna ró í tónlist og æfði á bæði harmonikk og píanó í 9 ár og syng voðalega mikið. Þegar ég kærði nauðgun og var ekki trúað þá fattaði ég strax að ég þyrfti að berjast með kjafti og klóm og ég hætti að vera þessi típiska pick-me-gæla, þessi ein af strákunum, vinsæla týpan, ekki eins og hinar stelpunar og ég ákvað að gefa bara pínu skíti í það sem öðrum finnst. En ég er samt ennþá lítið mús og tek hlutina alveg nærri mér. Ég hef verið í femínískum aktivisma síðan ég var í framhaldsskóla eða síðan árið 2014 og þar setti ég á mig kynjagleraugun og það var ekki aftur snúið. Ég hef verið mjög óhrædd að berskjalda mig í baráttunni og var meðal annars ein af þeim fyrstu þolendum sem steig fram með nafni og mynd þegar það byrjaði í fjölmiðlum. Ég er með bachelorgráðu í sálfræði og brenn fyrir réttlæti og að hjálpa öðrum. Mér finnst reynsla mín og menntun styrkja mig í alls konar vinnu með öfgum ásamt því að ég er metnaðarfull. Ég er samt oft demparinn í hópnum og ég er lítið hvatvís þannig að ég pæli svolítið mikið í hlutunum og ég á það til að ofhugsa hlutina og vera smámunasöm. En ég er samt ógeðslega skemmtileg, ég lofa. Teknilegar, allt í góðu. Já, ég er úr Kópavogi og ég er þolandi og feministi. Ég bjó í Bandaríkjunum í 2 ár sem unglingur og flutti aftur til Íslands því ég var 18 ára. Það var mjög krefjandi að fara í nám í Bandaríkjunum sem unglingur en ég þurfti að skipuleggja mig mjög vel og ég hef verið með einhvers konar æði fyrir skipulagi síðan. Ég notast 2-3 dagbækur og það er allt mjög vel skipulagt í öllum skápum og skúfum heima hjá mér. Ég er með BA-gráðu í félagsráðgjöf og ég er sem sagt núna í meistaranámi til starfsréttinda sem félagsráðgjafi
Ég fór í félagsráðgjöf því mér er alltaf langað til að hafa jákvæð áhrif á líf fólks og samfélagið í heild og má því segja að ég sé í þessari baráttu af sömu ástæðu. Árið 2018 tók ég þátt í sjúk átaki Stígamóta þar sem ég fór í forsvari fyrir þolendur ofbeldis í nánum samböndum og ég fékk þann heiður að deila minni reynslu með öðrum úlingum. Þar hófst í raun minn aktivismi og ég er með mér sterka réttlætiskennd sem er svona drifkraftur minn í þessari baráttu. Eftir að hafa verið þolandi sem höfgar tóku utanum fékk ég þann mikla heiður að koma í þennan hóp og ég styðst mikið við fræðin sem ég hef lært í gegnum námi mitt í starfi mínu innan ÖGA. Sem dæmi þá er heildarsýn leiðarljós félagsráðgjafa og ég geti verið frekar óþolandi þegar þær vilja henda einhver út í hvathúsið því ég spyr endalaust spurninga til að fá öll sjónarhornin fram. Svo erum við með 3 aðra meðlimi. Sindri er PR-fulltrúinn okkar, Óli grafíski hönnuðurinn og Launi-Öfginn er leyniöfgi af ástæðu og þið fá ekki að vita hvað hann gerir. Öfgar var stofnað í byrjun júní á síðasta ári eftir ákall feminista nýjan feministka miðil á samfélagsmiðlum. Það hafði myndað skap eftir að Instagram-reikningurinn fávita hættu og skaðleg orðaræða á TikTok var orðið mjög áberandi. Enginn okkar þekktist persónulega en við vissum flestar af hvor annarri í gegnum baráttuna, sérstaklega sem meðlimir aktivisma gegn nauðgunarmenningu á Facebook. Við skipuðum hópinn með það í huga að vera TikTok-hópur. Í byrjun voru myndböndin okkar gerð til að höfða til aldursins 12 til 24 en það var svona aldurshópurinn sem mest var hafði hvað neikvæða orðræðu inn á forritinu. Við fengum strax mikið meðbyr einnig glás á athugasemdum sem inniheldur orðræðu. Við erum eflaust með síu á landinu sem grípur ákveðin bannorð inn á TikTok, allt frá því að segja okkur að drepa okkur, að okkur verið nauðgað eða neikvæðar athugasemdir útlit okkar. Við byrjuðum rólega fyrst sinn, settum út okkar fræðslu og skipuðum gjörning fyrir tröslugönguna, en dag einn fengum upp í kok af gerendamæðurni sem umvaf B-klassa trúbotor og eftir það var ekki aftur snúið. Við vorum allt í einu orðnar opinberar persónur með skotleyfi fjölmiðla á bakinu. Við vorum konurnar sem eyðilögðum þjóðhátíð. Það var ekki COVID sem veiðilega þjóðhátíð, það voru öfgar, eða allavega það sem við heyrum í virkri athugasemdum. Þetta hefur alls ekki verið auðvelt og oft finnst okkur við vera að berjast á móti títaníumstólhlutum sem að sést aldrei neitt á. Við höfum þurft að sækja sálgæslu saman sem hópur ásamt því að við passa okkur í hvert einu skipti sem við förum út úr húsi. En við fórnuðum okkur fyrir baráttuna, við vissum það kannski ekki í byrjun en okkur var það ljóst fljótlega með júlí að ekki væri aftur snúið, þessi ástríða á mannréttindum heltók okkur algjörlega. Við vorum ekki búin að jafna okkur á fjölmiðlasmánunni og hræðslunni eigið öryggi þegar við tókum þátt í KSÍ-málinu. Áður en Hanna Björg steig fram höfðu við vitneskju brot landsliðsmanna, höfðu við rætt okkur á milli hvort við þorðum yfir höfur í þá baráttu því margir höfðu varað okkur við að vega að KSÍ. En á meðan Hanna Björg setti fókusinn á þögguna innan KSÍ settum við stefnu okkar að þolendum, að vera til staðar fyrir þau. Í samstarfi við Bleika fílinn skipuðum við samstöðufundi fyrir þolendur. Tilgangur þeirra var að sýna samstöðu að það væru einstaklingar sem stóðu ekki á sama og að öfgar stæðu alltaf með þolendum sama hversu frægir eða valdamiklir meintir gerendur voru. Var það í fyrsta skipti sem við fundum fyrir öryggi okkar væri ógnað. Logið hafi verið upp á okkur að við hefum hrópað nauðgarar að landsliðsmönnum þegar þeir gengu inn á völlinn á fyrri samstöðufundi og hræðsla okkar reyndist vera á rökum reisn. Því á seinni samstöðufundinum þurftum við að kalla til lögreglu þar sem veist hafi verið af fyrir meðlum hópsins. En á meðan að íslensk fjölmiðlar er að keppa við að dreifa óflatterandi myndum af meðlumum, skrifa okkur háð, voru það erlendir fjölmiðlar búin að taka eftir baráttunni sem sem öfgar voru að standa fyrir. Við fórum með á stuttu tímabili í 2 viðtöl hjá virtum fjölmiðlum, bæði í Athletic og CNN. Fjölluðu þessi tímarit starf, öfga og spillingu sem vorum að berjast við. Þetta var í fyrsta skipti sem við sáum fjölmiðil annað stundina
tala okkur af virðingu en ekki af háði. Við vorum ítrekar að ásakaðar að vera þetta eða hitt. Við vorum ofreiðar, fullar af hatri, ómálefnalega þrátt fyrir að með 7 ritrýndar heimildir. En á sama tíma sagðar af ungar og reynslulausar til að ræða alvarleg málefni. Við höfum ekki einu sinni hlæja án þess að fá það í bakið eins og við fengum að kynnast eftir viðtala útvarpssögu. Eftir að hafa setið rólegar og yfirvegar í klukkutíma þar sem vegið var á þoltyggið okkar, voguðum við okkur að svara enn einni asnalegri spurningunni með háði. Spurningin var ein klassika, hver síðan næstur, og við svöruðum því gluggagægir. Það áhugaverða var að arðtrúi stjórnandi þáttarins var ekkert nema kurteisi við okkur. Það var ekki fyrr en eiginmaður hennar opnaði símatíma viðtalið okkar þar sem einn ógeðslegasta orðræða sem við höfum upplifað fékk að flæða. Guði sé lof fyrir sópríl og sjálfsfróun. Útvarpssaga nefnilega endurspilaði þáttinn okkar í 2 vikur með opnu kommentakerfi þar sem ítrekar árásir og útlit meðluma fengu að viðgangast. En október var mjög annarsamur og hreinsunareldar Þóris Sæmundssonar fór eflaust ekki fram hjá einum né neinum. Þá fékk maður sem vikið hafi verið úr starfi eftir að hafa sent barni kynferðislega mynd af lim sínum drottningaviðtal þar sem hann axlaði ekki ábyrgð á hegðun sinni. Meðlimir öfga voru beðnir að gefa álit þar sem Huldar Hrund fór til dæmis í morgun út af Rás 2, Ólöf Tara fór í viðtal hjá Fréttatíma Stöð 2 og síðan í pallborðsþátt Kveiks. Við þurfum lítið að rifja þetta mál upp, þetta muna flestir eftir þessu og öllu fjölmiðlafárunu sem þátturinn uppskar. Á endanum má segja að meintur hreinsunareldar Þóris hafi farið á haugana. Já, þá var svo 24. október sem við tókum þátt í vitundarvakningu normalísku byrlana í íslensku samfélagi. Við spurðum fylgjendur okkar hvar þau hefðu verið statt þegar þeim var byrlað. Fjölmiðlar tóku þá í fyrsta skipti almennt jákvætt í okkar starf og fór Huldar Hrund í viðtal hjá K100 til að ræða fjölda alla þeirra þolenda sem stigu höfuð fram og einnig sína eigin reynslu af byrlun. Það var sláandi að sjá hversu algengar byrlanir eru og hafa verið á Íslandi á síðastliðin 70 ár. Úr varð að lögreglan á Akureyri fór að skima fyrir byrlunum þolanda en það stóð nú ekki lengi yfir. Það sorglegt að sjá að á sama tíma og COVID-hraðprófunarstöðvar opna víðsvegar landið svo fólk komist að skemmta sér ekki hægt að ráða mengtækni á Landspítalann til þess að athuga hvaða eitri þolandi var byrla með. Í dag höfum við enga löggjöf fyrir byrlanir. Það bannað með lögum að senda miltisbrand í pósti en ekki að hella smjörsýru sem getur drepið þolanda í glas þess. Síðan var það bakslagið í þessari umræðu sem kom í formi greinarskrifa lögmanns sem studdi máli sitt heimildarlaust, aðeins persónulegar skoðanir að konur ættu að drekka minna, þá yrðu þær ekki fyrir ofbeldi. Það alltaf áhugavert þegar aðilar sem ekki hafa þekkingu á málefnum þolenda nýja menntun tróða sér og ranghugmyndum sínum í fjölmiðla en meira það síðar í fyrirlestrinum. En inn á milli þessara stóru slaga höfum við ítrekað eins og biluð plata talað raunveruleika kvenna, hvernig raunveruleiki kvenna hvernig að vera kona og kynsegin einstaklingur í íslensku samfélagi og eins og oft áður þá voru það feðraveldisstútarnir tilbúnir að slá þetta niður og láta okkur nú vita að þeir höfðu nú ekki tekið eftir neinu slíku í okkar samfélagi. Næsta slæta. Við settum af stað umræðu þvingað samþykki með myndinni undir nafninu Ekki vera eins og Sigmar. Það fór aldeilis ekki vel í líðinn og var mikið af feðraveldisstútum sem skildi hvorki upp né niður í því að þvinga einhver til þess að breyta jái í nei væri nauðgun og þeir þvertóku fyrir það. En þannig nú einmitt staðan að árið 2018 samþykkti Alþingi samróma nýja skilgreiningu á það hvað nauðgun hver sem hefur samræði eða önnur kynferðismök við mann án samþykkis hans gerir sekur nauðgun og skal sæta fangelsi ekki skemur en 1 ár. Samþykki telst liggja fyrir ef það tjáð af frjálsum vilja. Samþykki felst ekki liggja fyrir ef það fengið með ofbeldi, hótum eða annars konar ólögmætri nauðung.
Þessi bútur er tekinn frá Mannlíf þegar þeir héldu að þeir væru að skrifa grein á móti því sem að við vorum að reyna að tala um, en voru í alvörunni að undirstrika það að suð kynlíf þar sem einstaklingur gefur eftir er þvingað samþykki og ekki tjáð með frjálsum vilja, samanber nauðgun samkvæmt hegningarlögum. Úr frá þessari mynd af Sigmari fengum við að heyra af mikilli vitundavakningu í samfélaginu, til dæmis á kaffistofum og í vinahópum, fólk að ræða þetta sín á milli og margir sem gerðu sér grein fyrir að það hefði verið brotið á þeim eða þau hefðu brotið á öðrum. Þegar við fáum fólk til að opna augun og búa til uppbyggilegar umræður í samfélaginu, þá tökum við því auðvitað sem sigri. Takk. Já, við fáum oft spurningar á borðið, af hverju er það að þessu, vá, ég geti þetta aldrei, eða af hverju eru tímanuðinum ekki frekar í eitthvað annað, en ég held ekki þau tala fyrir okkur öll hérna í hópnum þegar ég segja að þetta er ekki val, þetta eru bara alla taugar líkamanns segja okkur að gera þetta og við brennum fyrir þessu, við erum allar þolendur kynbundisofbeldis og ef við gerum þetta ekki, hver þá? En við í öfgum, við erum að berjast gegn kynbundnu ofbeldi. Það er ofbeldi sem er beitt á grundvelli kyns og eins og staðan er núna þá er kynbundið ofbeldi einn stærsta ógn samfélagsins og okkur sem samfélagi ber að uppræta það. Þessi tegund af ofbeldi brýtur gegn okkar mannréttindum og grundvallarfrelsi. Það er svo hátíðni heimilisofbeldis hér á landi að eftirlitsnefndir Sameinuðu þjóðanna hafa lýst yfir áhyggjum sínum á því og hversu illa réttarkerfið tekur á þessu. Konur og ungar stelpur lifa við óöryggi, kúganir, hótanir, hræðslu og ofbeldi innan sem utan heimilis og það er bara hvergi öryggi að finna. Einnig er mikilvægur partur af baráttu öfga að tryggja þolendum kynbundisofbeldis rými til að skila skömminni og bara stíga fram. Og raunin er svo að þótt að við höfum kannski komist eitthvað áfram, þá eru þolendur ennþá að verða fyrir drusluskömmum. Þeim er ekki trúað, þau hættu á að allt sé gert til að þakka sér niður í þeim, til dæmis eins og að leka gögnum, leka úr lögregluskýrslum og þeim er hótað og svo framvegis. En ásamt því að berjast gegn kynbundnu ofbeldi þá erum við í öfgum að berjast gegn bættara réttarkerfi og í dag er réttarkerfi okkur óþolendavænt. Til dæmis þolendur sem kæra kynferðisofbeldi eru vitni, þau eru vettvangur glæps, þau eru ekki aðilar í sínum eigin málum og réttarkerfi okkar gefur gerendum líka verkfæri í hendunar til að beita áframhaldandi ofbeldi. Gerendur geta haldið þolendur sínum í hjónabandi gegn vilja með því að neita skilnað. Þau segja bara nei og þá er það bara þannig. Og það er einnig hægt að, þau draga ferlið og það er bara neitun, sko. Annað ofbeldistól er að gerendur geta kært þolendur fyrir rangar sakargiftir og meiðyrði. Þannig að ofbeldismenn geta, án þess að það liggi fyrir að kæran er ekki yfir aukastyðjast, kært þolendur sína. Við sjáum mál felld niður þó að þolendur geri allt eftir bókinni. Það virðist vera happa-glappa hvaða mál komast í gegn og hvað ekki. Og hérna er til dæmis búið að setja saman 2 mál þar sem þolandi er meðal annars kona eða kall, gerendur í báðum tilvikum kallar. Og þetta er reynslu með kvenna og annarra sem skilgreina sig ekki karlkyns. Réttarkerfi okkar er stútfullt af kvenfyrirlitningu og fordómum gagnvart jaðarsettum. Og ekki misskilja mig, ég er bara vá hvað ég er fegin að hann hafi verið ákærður. En kona hefði ekki fengið dæmt í þessu máli. Og flest allar konur sem ég þekki og sem við þekkjum hafa lent í því að óumbeðið er káfað á rassinum þeirra. Og okkur dettur ekki í hug að kæra, það er bara hlegið á okkur. Og inn í þetta mál spila líka ákveðin homofóbía, þar sem að sískarlar geta ekki ímyndað sér að vera áreittir af öðrum karlmönnum, en þeim þykir erfiðar að setja sig í spor annarra kvenna þegar kemur að kynbundnu ofbeldi. Ég man alltaf þegar ég sá frétt frá 2009 að 2% nauðgunarmála hafi endað með sakfellingu. Og svo prósenta hefur hækkað, en núna mæti það bara Landsréttur og mildar eða sýknar. Í fyrra var 6 af 17 nauðgunardómum snúið við og ákærður gerandi sýknaður. Refsing var milduð í 7 tilvikum. Gerendur eru líka að fá skilorðsbundinn dóm fyrir alvarleg ofbeldisbrot gegn konum. Það er því nánast ógerlegt fyrir þolendur að fá dæmt í málunum sínum og ef þeir fá dæmt, þá kemur Landsréttur og snýrði við eða þá að gerandi fær skilorðsbundinn dóm.
Og mitt mál eitt af þeim málum sem náði ekki í gegn. Ég kærði sem sagt lögreglumann fyrir nauðgun og mér var talin trú að það ætti ekki að skipta máli að maðurinn væri lögreglumaður. Hann myndi hljóta sömu meðferð og aðrir, en færðu skyndibitakeðju eins og Subway til að fara með gæðaeftirlit hjá Subway? Nei, það virkar ekki. Allavega. Ég var bjartsýn fyrir kærunni minni og fagaðilar líka. Ég var með vitni mér í hag, ég sendi vinkonu minni SMS sem stóði í hjálp, 3 SMS, á meðan meint brot átti sér stað og það var til þess að hún hringdi í lögregluna. Vinkona mín og annað fólk sem átti leið fram hjá reyndi að brjótast inn til að bjarga mér úr aðstæðunum eftir ég bað aðstoð sjálf. Ég komst út og ég fór beint í fang lögreglunar sem var mætt á vettvang og þeir skutla mér upp á sjúkrahús í lögreglubíl í mjög svo slæmu andlegu ástandi. Það var svo slæmt að, ég fékk örugglega taugaáfall. Það allt til á myndbandsupptökum hjá lögreglunni. Á mér fundust áverkar og DNA. Ég fékk staðfesta áfallastreituröskun af sálfræðingum og sálfræðing meðal annars sem mjög reyndur á þessu sviði. Ég legg fram kæru nokkrum klukkutímum eftir að hann meint brýtur á mér. Þetta uppskriftin sem við þolendur okkur tjáð að fara eftir. Ég fór eftir henni, ég fór eftir bókinni og ég gerði allt sem okkur sagt að gera. Það skiptir bara engu máli. Kerfið ekki þolendavænt. Og kerfið býður síðan meintum ofbeldismönnum upp á þann valmöguleika að kæra þolendur sína fyrir rangar sakargiftir. Þannig að þrátt fyrir að mín kæra hafi verið felld niður á orð gegn orði, þá var þetta valmöguleiki fyrir hann. Ég hafði þarna flúið land en var á Íslandi til að eyða tíma með fjölskyldunum minni jólin. Þegar mér var hótað handtöku, ef ég myndi ekki mæta á lögreglustöðina á Akureyri og gefa skýrslu. Ef ég kæmist ekki yfir heiðina í vetrarfærðinni var mér velkomið að fara niður á lögreglustöðina þar sem meintur gerandi minn starfaði og gefa skýrslu þar. Annars yrði ég handtekin. Lögfræðingur minn tjáði þeim staðreyndir eins og ég væri ólétt og meðganga mín væri undir eftirliti og þessu var því frestað og ég fór aftur heim til Noregs. Lögfræðingur minn reyndi að fá því framgengt að ég geti svara spurningum í gegnum Skype en ég þurfti að mæta aftur til Íslands. Þangað mætti ég ólétt í skýrslutöku. Skýrslutöku af því að íslenska réttarkerfið býður gerendum upp á að kæra þolendur sína. Með þessari sögu minni vildi ég benda á vankanta réttarkerfisins. Ég vildi benda það hversu mikilvægt það að fræða fólk þá staðreynd að fá nauðgunarmál enda með sakfellingu og niðurfelling alls ekki það sama og sönnun á sakleysi. Niðurfelling þýðir einungis það að ekki séu til staðar næg sönnunargögn til að dæma. Og sönnunarbyrði í nauðgunarmálum mjög þung og það þess vegna mjög erfitt að sanna sekt gerenda. Og það ekki nóg með að sönnunarbyrðin sé mjög þung. Horfið bara á þessa mynd. Eitt nei gerenda vegur hærra en margar sannanir þolenda. Og þrátt fyrir að tölfræðin sé þolendum í hag, þá okkur sjaldan trúað. Réttarkerfið stendur ekki með okkur. Fjölskyldun okkar stendur ekki með okkur. Vinir okkar standa ekki með okkur. Það fullt af gerendameðvirkni. Við rekjumst burt. Við berum skömm. Við erum skilin eftir með ábyrgðina sem gerendur eiga. Og þolendur kynbundins ofbeldis eiga meira og betra skilið en þessa meðferð. Og þetta ein af ástæðunum fyrir því að við í öfgum stöndum hér og berjumst í þágu þolenda. Við berjumst fyrir bættara réttarkerfi og berjumst gegn kynbundnu ofbeldi. Það mjög augljós þörf fyrir baráttu okkur. Það alveg þekkt að fjölmiðlar stilli þolendum og aktivistum upp á ákveðinn hátt í umfjölluninni. Og við í ögum höfum nú flesta lent í því og við upplifum að sé allt gert til að draga úr okkur og okkar baráttu. Þegar ég steig fram í KSÍ-málinu svokallaða, þá gerði ég það ekki til að nafngreina geranda minn, hann sá það sjálfur, né til að ásaka hann eitt né neitt. Og svo ég taki þannig kannski fram í 1000. skiptið. En mér var mjög oft stillt þannig upp í fjölmiðlum. Ég var titluð sem konan sem steig fram til að ásaka Kolbein Sigþórsson ofbeldi og það stundum ennþá þannig í dag ef það fréttaumfjöllun mig. Ég ekki bara titluð þolandi gyða, heldur finnst fjölmiðlum oft nauðsynlegt að minna á mig í tengingu við Kolbein og þetta elur í raun andúð á mér í samfélaginu.
Gott dæmi er nú bara mjög nýlegt en ég fékk sem sagt COVID yfir jólahátíðirnar og setti það á Twitter. Mannlíf ákvað að gera frétt það og í þeirri frétt var þessi samsetta mynd af mér og Kolbeini. Undir henni stendur Mannlíf sendir Þórhildi Gyðu og fjölskyldu batakveðjur sem að líti náttúrulega út eins og Kolbeinn sé partur af minni fjölskyldu sem er nú bara frekar ógeðfellt. Við erum líka gerðað kliks eða smellibeitum og það er oft látið líta út eins og við séum hafa samband og biðjum viðtölin. Þegar ég greindi frá því á mínu persónulega Twitter að ég væri með vefjagigt og sem að blossa upp þegar ég væri undir álagi, þá varð fjölmiðlaumfjölluninni stillt þannig upp. Eins og það var látið líta út eins og ég hefði hringt og beðið það að það yrði fjallað mín veikindi, sem ég gerði auðvitað ekki. Ég upplifði margoft eins og fjölmiðlar væri að reyna að láta fólk fá nóg af mér, sem ég held að hafi verið raunin hvort sem að það var verið að gera það meðvitað eða ómeðvitað. Þetta er aðferð sem hefur verið notuð gegn konum til fjölda ára og hún endurspeglar bara þá kvenfyrirlitningu sem að ríkir í samfélaginu okkar. Hér sjáið þið þessa fyrirsögn þar sem að Kolbeini er aftur blandað inn í umræðu tengt mér og í þokkabót er þetta nú bara ekki rétt þar sem ég hef glímt við vefjagigt mun lengur en þetta svokallaða Kolbeinsmál. Og svo eru 2 af kommentunum sem voru undir og þetta lengra er jákvætt, hann er í raun bara að varpa ljósi á hin 100 og eitthvað ógeðis kommentin og var bara í áfalli við hvað fólk leyfir sér að segja. Og svo er hitt kommentið, mér finnst það sýna svo skýrt að umfjöllunin var stillt þannig upp eins og ég hafi beðið þetta. En það er alveg rétt hjá þessari konu, það kemur almenning ekkert við að ég sem er vefjagigt, en það var það ekki ætlað almenning. Ég steig fram því að réttlætiskenndi mín tók yfir, ég vildi gera það rétta og þetta er það sem ég fékk í staðinn. Ef það væri ekki fyrir þessar mögnuðu konur sem ég er með hérna að halda þennan fyrirlestur ásamt fjölmörgum öðrum, svo ég taki það nú líka fram, að það er ekki víst að ég væri ennþá í þessari baráttu. Áður en ég byrjaði ögum þá þekkti ég þær ekki neitt, en samskipti okkar byrjuðu fljótlega eftir ég steig fram og þá voru þær sérstaklega nærri mér þegar aðförin hófst gegn mér, meðal annars þegar að lögregluskýrsla mín fór á internetið. Það má segja að þær hefur algjörlega gripið mig þegar ég þurfti mest á því að halda. Stuðningurinn frá þeim var ómetanlegur og hann var mjög sýnilegur á samfélagsmiðlum, í kommentakerfunum og í fjölmiðlum. Þær tóku nokkuð marga gerendameðverka feðraveldishrúta í nefið fyrir mína hönd án þess að ég þurfti að biðja það. Það var Ólöf sem var í mestum samskiptum við mig svona til að byrja með, en ég fann að þær voru allar 100% til staðar fyrir mig og þær höfðu hagsmuni mína sem þolandi í algjörum forgangi í allri þeirra vinnu. Í þessari baráttu gegn kynbundnu ofbeldi er hvorki auðvelt að vera þolandi né aktivisti. Til að halda baráttunni áfram þá þurfum við að hafa fjölmiðla okkar bandi, en oft upplifum við að þeir séu á móti okkur með því að fjalla okkur á þann hátt sem ég hef greint frá. Og svo það náttúrulega opnu kommentakerfin, sem er nú allt annar handleggur sem hún Ólöf ætlar að fjalla nánar Já, samfélagsmiðlar, þeir hafa sína kosti og galla. Samfélagsmiðlarnir hafa átt stóran þátt í því að við getum tekið ofbeldið upp á yfirborðið sem endar svo oft í meginströms fjölmiðlaumfjöllun og gera okkur kleift að setja ákveðna hápressu líka í umfjöllun og þegar við viljum vekja athygli á ákveðnum málum. En þetta er auðvitað dýr verðmiði. Kommentakerfin hafa algjörlega afmennskað baráttufólk og þolendur og þarna fer fram hatursorðræða gegn okkur sem baráttukonum. Það er mikil þolenda og drusluskömmun og aðferðin á þolendum og þeirra æru er mjög afgerandi og áberandi. Rannsóknin áfallasaga kvenna, hún sýnir þetta líka svolítið svart og hvítu, þar sem að 25% kvenna aldrum 18 til 24 ára hafa orðið fyrir aðför á internetinu í kjölfarið af hafa sagt frá ofbeldi. Við getum auðvitað líka alveg horft í það að það er ekki beint rjómi landsins sem að hangir yfir kommentakerfunum, en þarna fer fram mjög gróft ofbeldi á þolendum og þeim sem standa með þolendum. Og eins og þið sjáu hérna á skjáskotunum að þá er hvatt til ofbeldis á okkur og allt frá því að það eigi að leiða okkur fyrir skotsveit og taka okkur að lífi án dóms og laga. Og við sjáum líka hérna mann tjá sig það hann vilji drepa okkur og þetta fær bara að liggja á kommentakerfunum óáreitt. Hérna sjáum við líka að það var nauðga okkur og senda okkur til Afganistan, það er ekkert öfgafullt. Við erum sagðar athyglisjúkar
sem er auðvitað mjög bara áhugavert í ljósi þess að ég þekki enga manneski í þessari baráttu, ég þekki engan þolanda sem hefur stigið fram að berskjalda sig, sem er fundist þessi athygli eitthvað sérstaklega upphefjandi eða hvetjandi. Og ef að baráttu gegn ofbeldi er athyglisýki, þá skulum við bara vera athyglisjúkustu konur sem Ísland hefur séð. Við erum svo auðvitað gerðar að kynferðislegu viðfangi. Það er annarkvort það eða við þjáumst af karlmannsleysi og brunnskorti og það er mjög mikilvægt fyrir okkur sem baráttukonur að vera meðvitaðir það hver vill ekki ríða okkur og við þökkum svo auðvitað Karl Löfi alveg sérstaklega hérna fyrir vísindalega rannsókn á brunnskorti meðlima öfga. Þetta er mikilvægt framlag í baráttunni. Við erum bendlaðir við ofbeldishópa sem er stýrt af karlmönnum, ISIS, nasistar, KKK og áhugavert að sjá hana Helgu Dögg Sverrisdóttur, kennara, líka aðferðum okkar við nútíma KKK. Handa ekki verið hennar kennslustofu. Við skulum svo bara halda því til haga að oft gerum við svolítið lítið úr þessu ofbeldi og þetta er meira og minna allt ummæli frá fullorðnu fólki. Og fullorðið fólk sem er svo brjálað yfir því að unga konur skuli berjast gegn ofbeldis- og nauðgunarmenningu og voga sér að moka upp skítinn sem að þau eru búin að vera í fullri vinnu að reyna að moka yfir. Og flest þetta fólk hefur talað það að þau fordæmi ofbeldi og þá kæra ofbeldi en réttlæta á einhvern hátt að því að við berjumst gegn ofbeldi, að þeir beita okkur ofbeldi og svo beita þau okkur auðvitað mjög grófu ofbeldi með orðum sínum á netinu. Normaliseringin á þessari nethegðun er bara í raun og veru mjög hættuleg og hún er ekki hvetjandi fyrir fólk til þess að fara út í baráttuna og við þurfum einhvern veginn að fara að laga þetta svolítið og stíga inn í og fordæma þetta. Ég hef ekki tölu á því hversu oft ég hef sem dæmi leitt hugana í hvað myndi gerast ef ég myndi mæta ykkur af þessu fólki út á götu. Er ég lamin? Er þið hrópað á mig? Er ég smánuð? Hverjum langar að keyra yfir mig þegar ég labba yfir gangbraut? Það er ekkert eðlilegt að lifa í samfélagi og vera þetta hræddur. Ég er nógu hrædd sem kona að verða fyrir ofbeldi. Við þurfum að fara að taka skýra afstöðu gegn því að fullorðið fólk og auðvitað börn líka skrifi svona níð á netið og í raun og veru þetta ofbeldi er normaliserað eins og allt annað ofbeldi. Það er gert lítið úr þessu, það er gert lítið úr óttanum, við erum hvattar til að draga okkur í hlé, við erum hvattar bara til þess að fara að slaka hans á og vera ekki með svo mikið læti og vesen. Mér langar síðan aðeins að staldra við hér. Það er auðvitað ráðist á fjölskyldun okkar líka. Og hérna sjáum við á skjánum manneskjur sem er að taka þátt í umræðu inn á heimasíðu sem hýsir barnaníðsefni. Umræðu eins og venjulegt fólk gerir bara að velta því fyrir sér hvort að pabbi minn hafi ekki bara nauðgað mér í æsku og þess vegna sé ég svona reið. Og ekki nóg með það, þá er verið að hvetja til MeToo-byltingar fyrir karla og ég ætla að endurtaka inn á síðu sem hýsir barnaníðsefni. MeToo-byltingja konum sem hafa haldið framhjá. Hætt með mönnum af yngri ástæðu, hræðilegt. Núna er komin tími til að fokka upp lífi kvenfólks. Þarna hanga saman kynferðisafbrotamenn sem dreifa ólöglegum nektarmyndum af börnum og spjalla. Og ef við erum eitthvað að efast það að við þurfum einhverjar reiðar konur eða byltingu eða baráttu, þá finnst mér þetta sýna sterklega að við þurfum meiri byltingu, við þurfum meira reiðum konum og við þurfum minna af ofbeldi og meiri afleiðingar fyrir ofbeldi. Og svo er þetta kröfubréfun á meiðyrðin sem er svona annar handleggur á þessu. Það er svo sem ekkert nýtt á nálinni og það er eins og sjá upp á skjánum, þá nýlega komin á laggirnar einhver öfgasjóður. Ég seldi það nú ekki dýrara en við höfum ekki miklar áhyggjur af þessu. En það er sem sagt sjóður fyrir gerendur til að kæra öfgar ef við förum á fullt. Og ég var svo sem búin að vera stutt í aktívisma þegar ég fekk mitt fyrsta kröfubréf. Ég var ein af þeim sem fekk kröfubréf frá Ingo Veguð og við erum í rauninni 2 meðlimir öfga sem fengum kröfubréf. Og annað okkar í rauninni bara búin að fá stefnu og það er hann Sindri Þór. Og það dómsmál verður í rauninni bara pönk og aktívismi og það vonandi gefur þolendum kjark til þess að fokka framan í gerendur sína þegar þeir stefna þeim, að þolendur fá nýja sýn og hvernig þeir geta snúið vörn í sókn gegn þeirri ömurð að gerendur geti kært þolendur sína
og haldi þannig áfram að þagga niður og beita ofbeldi og að meiðiramál verði frekar afhjúpun heldur en þöggun og nýjar afleiðingar og ný fordæmi sem hvetur ekki gerendur til þess að kæra þolendur sína. Svo svo beautiful, eins og við sjáum, það ógeðslega gaman í okkur að vera svona sama sem hópur. Hópur af mismunandi einstaklingum með mismunandi styrkleika, við stöndum saman, við pössum upp á hvort annað, við getum jögla mörgum boltum í einu og á sama tíma líka erfiðar að taka okkur niður sem einstaklinga, bara eins og feðraveldi vill mjög gjarnan gera, taka okkur eina í einu. Og fyrir utan það, þá erum við náttúrulega mjög fyndin og skemmtileg, þó við segjum sjálf frá, og húmor hefur alveg verið okkar beittasta vopn, bæði opinberlega og að baka tjöldin. Og það hefur bara hjálpað okkur að komast í gegnum erfiða tíma og þung mál að nota húmor. Þetta tekur auðvitað oft á, en sem hópur þá komumst við alltaf saman í gegnum þetta og í rauninni það sem við gerum saman í þessari baráttu og það sem við göngum í gegnum saman tengjur okkur einhvers konar böndum sem er mjög erfitt að útskýra og setja í orð. En ég ætla sem sagt að enda þetta savage ræði hérna og á þessari væmni og henda boltanum yfir á Huldu, held ég. Heyrðu, ég ætla að biðja samstöðunum að fylgjast með kommentunum sem eru að koma. Ef við gætum fengið 1 space þar sem við værum lausar við hatursorðræði þá þætti okkur vænt það. Já, hvað er mín glæra, Helga mín? Ólöf? Ég hef ekkert með mig að gera. Allt þér að kenna, Ólöf. Heyrðu, ég ætla að fjalla jafnréttisparadísin á Íslandi. Ísland hefur verið auglýst sem femínískt paradís síðastliðin ár eins og aðrar norrænar þjóðir. Ísland er auglýst sem land þar sem konur fá jöfn tækifæri og laun allra kynja eru jöfn, svo ekki sé talað öryggi. Við búum í öruggasta landi í heimi, er það ekki? Þessi auglýsingaherferð oft kölluð Scandinavian Paradox eða norræna þversögnin. Hvernig getum við, Íslendingar, sagt slíkt með kassan úti á sama tíma og þriðjungur kvenþjóðarinnar hefur orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi eða áreitni? Ein skýrasta birtingarmyndin í heim íslenska kvenna eru niðurstöður rannsóknar íslenskar erfðagreiningar sem ber heitið Áfallasaga kvenna. Niðurstöður rannsókna sýndu að 40% íslenska kvenna hefðu orðið fyrir kynferðisofbeldi á lífsleiðinni, 32% fyrir ofbeldi og 32% hefðu orðið fyrir áreitni á vinnustað og 14% íslenska kvenna hafa einkenni áfallastreituröskunar. Allt í öruggasta landi í heimi. Þýðir rannsókninnar er marktækt og okkur fallast hreinlega hendur yfir því að karlmenn séu alvöru að mótmæla reynslu heiminum okkar þegar þetta er gjörsamlega þarna svart og hvítu. Í okkar femínísku paradís eru konur hræddar. Allt frá því að leggja ákveðnum stað, læsa hurðum leið og við setjast inn í bílinn, ganga aldrei þessa að hina götun á kvöldin. Við erum með símann í annarri og erum með lykilinn í hinni. Við förum saman í hóp að skemmta okkur, við förum aldrei einar á klósettið, við pössum drykkinn okkar og af hverju? Jú, út af karlmönnum. Karlmönnum sem sögðu okkur þetta og margt fleira þegar við vorum börn, að við ættum nú að passa okkur á kynbræðrum sínum, en samt hlusta þeir ekki á okkur. Þeir hrópa not all men, eins og það fríið á undan ábyrgð. En auðvitað vita konur að ekki eru allir karlmenn gerendur, en tölfræðin sýnir okkur að 98% gerenda í kynferðisafbrotamálum eru karlmenn og 85% gerenda í ofbeldismálum eru einnig karlmenn. Ef við skoðum aðeins söguna, af hverju staða kvenna er sú sem hún er á sama tíma og baráttan við launabilið hefur tekið stakkaskiptum? Jú, kvenfyrirlitning innan samfélagsins mótar ungviðið. Árið 1994 gerði Gallup könnun. Spurningin var hvort að Íslendingum þætti réttmætanlegt að berja eiginkonu sínar. Já, 40% karlmanna svöruðu því já og 20% kvenna svöruðu því einnig játandi. Í dag þykir okkur þetta fatalt að ofbeldi teljist réttmætanlegt innan sambanda en svona var staðan þarna, ekki fyrir svo löngu síðan. Það er áhugavert að skoða aldurshóp þeirra sem svöruðu spurningunni mest játandi, eða meira en helmingur karlmanna var á aldrinum 15 til 24 ára. Þessir karlmenn í dag eru á aldursbilinu 43 til 52 ára. Frekar áhugavert í ljósi aldurs þeirra karlmanna sem nú hafa sagt sig frá störfum vegna frásagna þeirra þolenda. En umhverfi mótar manneskjuna meira en erfðir. Þetta viðhorf karlmanna heimilisofbeldi á þeirra mótandi árum þykir í dag, sem betur fer,
bæði siðferðislega rangt og lagalega. Það er ekki svo langt síðan nauðgunin af hjónabands var lögleg. Ungar baráttukonur samtímans ólust upp í þessum heimi. Heimi þar sem það sem gerðist inn á heimilinu var ekki sagt upphátt. Heimi þar sem áfengi þótti afsökun fyrir ofbeldisfullri hegðun og þöggun var allsráðandi. Því er svo fallegt í dag að sjá eldri konur stíga upp og skila skömminni því það er aldrei of seint. Skömmin var aldrei ykkar. En yfir hverju erum við eiginlega að væla? Alþingi jafnaði launamuninn þegar launavottun var staðfest og lögfest árið 2017 í júní. Konur gengu út af vinnustöðum sínum á kvennafrídaginn í fyrsta skipti 24. október árið 1975 og 42 árum síðar fengum við jafn launavottun. Óleiðréttur kynbundinn launamunur mælist þó í dag 14% fyrra og fá konur í fjármála og vátryggingastarfsemi þriðjungi lægri laun en karlar. Í dag taka karlmenn almennt slaginn með konum þegar kemur að óleiðréttum launamuni, þeir samþykkja þá baráttu okkar þegar kemur að henni en þegar kemur að kynbundnu ofbeldi er stuðningurinn ekki svo sami. Karlmenn sem hafa hvorki reynslu né þekking á málefninu tjá sig opinberlega, þeir skrifa greinar og mæti viðtöl, þeir gagnrýna kenningar um feðraveldi og nauðgunarmenningu og kalla þær ósannar, láta eins og íslenskir femínistar hafa eitthvað fundið upp þessi hugtök sem eru margrannsökuð á sviði félagsvísinda. En hvíti karlmaðurinn hefur alist upp í samfélagi þar sem skoðanir hans eru heimildir, þar sem þeir þurfa ekki að hafa, líkt og við í öfgum, minnst 7 ritrýndar heimildir fyrir öllu sem við látum út úr okkur. Það er nóg fyrir þá að segja: ég kann bara ekkert að vísa til vísindalega kannana. Og já, þessi orð komi frá fyrrum kennara við Háskólann í Reykjavík. Þeir eru vanir að taka á sig hvaða umræði sem er, hvort sem hann tengist þeim eða ekki. Þeir sjá ekkert að því að tala yfir véfengjarraunir þolenda án þess að hafa upplifað þær á eigin skinni. Ok, ég ætla að taka dæmi. Ég sem Hulda, aktivisti, myndi aldrei tróða mér inn í umræðu olíusand. Ég veit ekkert olíusand, hef aldrei lært neitt olíusand og hef engan andskotans áhuga á olíusandi. Það væri því frekar galið ef ég myndi arka í útvarpsviðtal til þess að ræða málefni olíusands. Samt eins karlmennu þeir eiga rétt á umræðum kynbundið ofbeldi þráttur hafa ekki menntun til að bæta upp reynsluleysi sitt og umræddu málefni. Ef þið karlmenn eru í vafa hvað staðan ykkar á þessu málefni er, þá er hún einföld. Hlustaðu. En staða þolenda nú og í dag. Þegar við lítum yfir fjölmiðla umfjöllun þolenda síðastliðin 30 ár, þá hefur lítið annað breyst nema við tölum meira um málefnið. Þolendur eru ennþá smánaðir, þeim er ekki trúað og mörg enda á því að flýja og flytja á landi. Fólki finnst kannski langt síðan að þolendur séra Ólafs biskups stigu fram og heldur að árangri hafi verið náð, en það er bara ekki þannig. Þegar við skoðum mál séra Ólafs biskups og KSÍ-málið, þá er líkindin greinilegt. Ok, ég ætla að fá mér te hérna, Hagir. Tala meira vanlega en hitt og heldur. Guðrún Ebba, þolandi og dóttir séra Ólafs biskups, sendi bréf til biskupsstofu kynferðisbrot föður síns þann 27. mars 2009. Bréfinu var hins vegar stungið ofan í skúffu, því hvorki svarað né skráð í skjalasafn biskupsstofu Íslands fyrir 17. september 2010 eftir að DVAF hóf umfjöllun málið. Hljómar þetta eitthvað kunnulega, eins og tölvupósturinn sem Guðni fyrir formaður KSÍ barst kynferðisbrot síns landsliðsmanns sem einnig endaði ofan í skúffu. Svo djúpt ofan í henni að hann taldi sig geta logið fyrir alþjóð að hann hafði enga vitneskju kynferðisbrotin að veggja KSÍ. Það var ekki fyrir að þolandi steig sjálf fram í fréttaviðtali að Guðni skyndilega fékk minnið aftur en bar þá fyrir sig trúnað föður þolenda sem átti sér aldrei stoðir að reisa. Árið 1996 steig fram hugrupp kona, Sigrún Pálína heitin. Hún skilaði skömminni til séra Ólafs þáverandi biskups og kærði til siðanefndar prestafélagsins fyrir tilraun til nauðgunar. Í kjölfarið stigu fleiri þolendur fram og greindu frá ofbeldinu sem þáverandi biskup hafði beitt þær. Biskupinn brást á þá leið að segja að hið illa gengi ljósum logum. Hið illa verandi hans sögn þolendurinn hans en ekki hans sjálfur, hákristilegi maðurinn. Biskupinn fór einnig hina sívinsælu leið geranda að kæra þolendan sinn fyrir rógburð. Þrautaganga Sigrúnar Pálu stóð yfir í áratugi. Hún greindi fyrst frá kynferðisbroti séra Ólafs árið 1979, þáverandi biskup. Hún leitaði einnig til embættismanna dóms- og kirkjumálaráðuneytisins í von aðstoð en fékk enga. Á sama tíma og Ólafur Skúlason var þá formaður Íslenska prestafélagsins.
Á árunum 1994 til 1995 leitaði Sigrún Pálína til 2 annarra presta vegna kynferðisofbeldis biskups, en hvorug þeirra aðstoðaði hana við að leita réttar síns. Sigrún Pálína fékk óþolendavæna útreið innan fjölmiðla á meðan gerandi hennar fékk drottningavitar í Kastljósi þar sem hann meðal annars líkti sjálfur sér við Jesú Krist og þær ofsóknir sem hann, séra Ólafur, var fyrir. Málefni Sigrúnar voru allra vörum og henni gerður upp illur ásetningur því aldrei myndi prestur og hvað þá biskup brjóta á sóknarbarninu sínu. Svona eins og strákarnir okkar, sem eru svo góðir í fótbolta. Þeir myndi aldrei brjóta konum og þeir eru svo myndarlegir og hæfileikaríkir og konur eru alltaf bara flaðrandi upp þá. Á sama tíma og biskupsstofa kefði niður ofbeldi fyrrverandi biskups, kefði KSÍ niður meint ofbeldi strákana sinna. KSÍ réði til sín almannatengil á meðan biskupsstofa fékk arftaka Ólafs, Karl Sigurbjörnsson, til að vefengja orð þolenda og segja frásögnina ósanna. Síðar sagði Karl að sóknarbörn Ólafs ætti að skamma sín. Síðan sagði Karl að sóknarbörn Ólafs ætti að minnast góðu stundana kringum Ólaf og hann væri nú breyskur maður í sömu andrá og hann bað þolendur Ólafs afsökunar. Sigrún Pálína greindi frá ofsóknunum sem hún mátti þola í viðtali Kastljóssins árið 2010. Hún gat ekki farið út meðal almennings án þess að eiga hættu ókunnir áreita hana og kalla hana hóru. Fólk fann sig knúið til þess að skilja vel að hún orðið fyrir kynferðisofbeldi því hún væri nú svo flott. Fólk beið í bílum fyrir utan húsi hjá henni og oft biðu 50 skilaboð á símsvarunum sem meðal annars innihéldu morðanir. Til hennar leituðu 6 aðrir þolendur Ólafs. Ein þeirra bar vitni hegðun Ólafs þegar hann kærði Sigrúnu, þar sem að hann hafði brotið á henni með svipuðum hætti. Á endanum flutti Sigrún eins og svo margir aðrir þolendur úr landi. Hún sagði frá því að stuðningurinn sem hún fékk hafi ekki yfirtekið mótlætið, en raddir þeirra sem unnu á mótinni hefur verið háværari. Þetta kannast þolendur vel við enn þann dag í dag, sérstaklega með komu netmiðla sem halda kommentakerfum sínum opnum og leyfa hatursorðræðu að líðast fyrir smellur og like. Þjáningar þolenda borga reikningana þeirra. Þegar við skoðum sögu og framgang biskupsstofu á þessum tíma samsvarar hún að mörgu leyti framgang KSÍ. KSÍ setti kraft sinn í að beina fjölmiðlum að einu máli þolenda til að verja mikilvægari leikmenn og þátttöku þeirra í meintri hópnauðgun. Þjálfari landsliðsins gaf út yfirlýsingu hversu illa öðrum leikmennum liði og það væri verið að eyðileggja draum þeirra að komast á Katar. Hann æsti upp almenning í stað þess að standa með þolendum sem meðal annars við flutt úr landi. Við sem eru nógu gömul til að lifa þessa báða tíma og lifa báðar þessa aðfarir þolenda sjáum strax hversu keimlíkar þar voru. Það er okkar von með því að fræða ykkur sögu Sigrúnar heitinnar að sýna hversu lítið hefur breyst á 28 árum að við getum spornað annarri aðför á þolendum. Já, ég er víst með þennan texta líka. Er það nóg að gera? Öfgar hefðu fylgst með málefnum þolenda sitt í hakanum. Ef þeir eru framfarir það gerðist þær á hraða sníksins. Við ætlum alls ekki að setja út á baráttu annarra aktivista, alls ekki. En við værum ekki á þeim stað sem við erum í dag án ykkar. Án þeirra hurða sem að þið opnið svo að við gætum hlaupið. Öfgar samanstendur hins vegar afar óþreyjufullu fólki með háleit markmið og neitar að vita sinn stað. Við erum mjög meðvitaðir að aðferðafræðin okkar er alls ekki allra en hún virkar. Við erum hér til að vera óþægilegar, við erum líka í stöðu til þess að vera það. Enginn okkar er hátt sett í stjórnsýslu og geti mist vinnuna sína á því að vera of róttæk. Við erum svo kallaðir feministar á plani og þar viljum við vera. Við erum ekki bundnar fjárframlögum frá ríki eða sveitarfélögum eins og mörg önnur félagasamtök, svo við þurfum ekki að hræðast að róttækar aðgerðir okkar muni kosta okkur fjárframlög næstu ára. Við setjum háa pressu, við göngum beint til verka og við hættum ekki fyrir árangur er náð. Já, hugtök. Sko, eitt partur af aktivisma gegn kynbundnu ofbeldi er að gera fólk meðvitað femínísk hugtök og orðræðu sem lýsir bara raunveruleika þeirra sem verða fyrir kynbundnu ofbeldi og öðru tengdu í raun og veru feðraveldinu. Með því erum við að reyna að fá fólk til þess að setja sig í spor kvenna og annarra sem skilgreinir sig ekki sem karlkyns. Þessi hugtök byggja á rannsóknum
við fundum þetta ekki upp, niður aðrir feministar og fáfræðifólk strókar þetta ekki út og við ákveðum því bara svona fara lauslega aðeins yfir hvað þetta þýðir vegna þess að við erum ofta að lenda á smá vegg með að fólk átti sig ekki á því hvað við erum að segja. Feðraveldi er kannski svona misskildasta orðið en það er eitt útbreiddasta valdakerfi í heiminum. Það vísar til karlaveldis þar sem konur og önnur kyn eru undirokaðar körlum og hugtakið er oft notað til þess að lýsa félagsmótaðri valdastöðu karla. Feðraveldið er ein helsta hindrun fyrir frama og þróun kvenna. Þrátt fyrir að yfirráð geti verið með mismunandi hætti innan þessa valdakerfis þá er meginreglan alltaf svo sama og að karlar séu með yfirráð. Og síðan er það nauðgunarmenning sem að fer mjög oft svona fyrir brjóstið á fólki vegna þess að orðið menning á að vera svo fallegt. Ef við notum orðið nauðgunarmenning til að lýsa hversu mikið samfélagið hefur normaliserað kynferðisofbeldi og líka bara til þess að setja því orð hvað það er algengt að konur verði fyrir kynferðisofbeldi. Og með normaliseringu þá erum við að meina að í staðinn fyrir að horfa á kynferðisofbeldið sem ógnina að þá smættum við það niður í svona sjálfsagðan hlut af daglegu lífi og við jafnvel pælum ekki mikið í því. Við lokum augum fyrir vandamálinu, réttlætum ofbeldið og gerum lítið úr því og afsökum það. Miðaldra hvítur karl er mitt uppáhalds. Þetta er svona sem við notum til þess að pota í þá sem að skilja ekki og sjá ekki forréttindi sín. Gaslýsing er svona nokkuð nýtt orð og við erum búin að vera að nota það svona síðastliðin ár, en þetta er aðferð sem fólk notar til þess að stjórna, notar til þess að láta þolanda efast sig, efast upplifanir sínar, afvegaleiða, ljúga, hanna nýja atburðarás til þess að styrkja stöðu þann sem að beitir gaslýsingunni. Og svo er það hannúðin sem að við mættum nota svolítið meira í feministískri orðræðu. Og það er samað með karlkyns gerendum sem að konur og önnur kyn sem eru þolendur fá ekki. Hannúð afneitar, lítur framhjá, gerir lítið úr, fyrirgefur og gleymir gjörðum geranda. Gerandameðvirkni, við elskum þetta orð, við notum þetta mikið og við heyrum mjög oft svona þegar við erum að benda á gerandameðvirkni. Nei, þetta er ekki gerandameðvirkni. Ég er bara stuðningsmaður réttríkis. En gerandameðvirkni, eða þegar þú sýnir gerandameðvirkni, þá neitar að trúa því að gerandinn fær að beita þá ofbeldi sem að þolandinn er að segja frá. Þú dregur úr eða efast þolanda og þið finnst gerandinn ekkert endilega þurfa að axla ábyrgð á því sem að er verið að segja og hrópar jafnvel þolanda sem legara. Tilætlunina sem ég kalla, við kannski beint notum ekki alveg þetta orð, en við notum það í alls konar orðum, en það er í rauninni nátengt forréttindum karla. Kemur oft fram þegar karlar líta svo á að þeir eigi eitthvað ákveðin rétt að fá sínu framgengt í samskiptum við konur. Já, fá sínu fram í samskiptum við konur, hvort sem það kynni við eitthvað annað. Og svo er það þöggun. Þöggun er mikið beitt af feðraveldinu í umræðu sem að feðraveldinu þykir óþægileg og sérstaklega þá eins og kynbundið ofbeldi. Þessi taktík er notuð til að smætta eða gera lítið úr vandamálinu og jafnvel fjarlæga það algjörlega með ógnunum svo fólk hætti að opna sig eða tala vandamálið. Sterkasta birtingarmynd þöggunar er þegar gerendur kæra sem fyrir meiðyrði eða rangar sakagiftir. Drusluskömmin er orð sem við þekkjum flest öll vel, við endilega kannski vitum ekki hvað það þýðir. Það er bara hugtakið við það hvernig við ölum á skömm hjá þolendum og drögum úr brotinu með því að benda á hvernig það voru klæddar, hvort það voru búin að drekka mikið, hvernig það báru sig, hvort það hafi í fortíðinni sofið hjá mörgum og þar fram eftir götunum. Þetta gefur í rauninni til kynna að kona eða þolandi kalli yfir sig ofbeldið. Berskjöldun er eitt af því sem að þolendur og aktivistar leggja á sig í þágu baráttunnar. Samfélagið setur kröfu á að við rifjum upp erfiðar minningar og við berskjöldum okkur svo okkur sé trúað.
Það sem síðan gallinn við þetta að gerendur nota sér oft þessa berskjöldun í hag til þess að reyna að rengja frásögn þolandans. Þvingað samþykki, ég held að sé mjög mikilvægt að við sem samfélag förum svolítið að gera okkur grein fyrir því hvað þvingað samþykki og átta okkur á því hvort að við höfum beitt þessum aðferðum eða hvort við höfum verið beitt þessum aðferðum. Þvingað samþykki þegar einstaklingur nota munnlegan þrýsting til þess að fá sínu fram. Þú er búin að fá nei, þá reynir með munnlegum þrýstingi, hótunum eða þar fram til götunum til þess að reyna að knýja fram í já. Allt annað en áhugasamt samþykki þvingað samþykki og aðilar sem þrýsta fram samþykki gera það til dæmis með því að suða, búa til samviskubit þess sem vill ekki stunda kynlíf, fara í fílu, hóta að halda framhjá eða jafnvel hóta að hætta með aðilanum. Það mikilvægt að skilja að öll sambönd eru misjöfn og það par í heilbrigðu sambandi komi hvort það eru til þó að annar aðilinn sé ekki í stuði, þá það ekki alltaf það sama þvingað samþykki. En fílustjórnun, hótanir og hræðsla, ef þessu beitt til að fá kynlíf, þá það ekki heilbrigð samskipti og því flokkar sem þvingað samþykki. Að fara yfir mörk svo það sem hefur verið mjög mikið í umræðinu núna síðastliðin 2 ár. Það mikilvægt að vita hver og ein manneskja viti hver hennar mörk eru og læri að þekkja annarra manna mörk líka, hvernig við nálgumst að þekkja annarra manna mörk. Ein besta leiðin til þess að varast að fara yfir mörk til dæmis hvað vill ég, hvað vill þú, hvað finnst mér gott, hvað finnst þér gott, hvað ekki í boði, hvað í boði. Og þetta á í rauninni bara við í öllum okkar daglegu samskiptum, ekki bara á kynferðislegum toga, en sérstaklega á kynferðislegum toga. Og það hefur verið svona umræða samtal fyrir eða í miðjum klíðum sé ekkert eitthvað rosalega sexy og taki spennuna úr kynlífinu og þar fram til götunum, en fyrir okkur konur raunin oft allt önnur. Þetta veitir okkur öryggi, sýnir okkur virðingu og þær aðstæður geta gefið okkur tilfinningarlegt rými til að njóta kynlífs til fulls. Einstaklingar geta farið yfir mörk með því að gera ákveðna hluti í kynlífi á þess að fá leyfi og jafnvel þó sér búin að fá leyfi einu sinni, þá þýðir ekki að það sé alltaf leyfi til staðar. Þú þarft alltaf að endurnýja samþykkið. Og svo það afsökunarbeiðnin sem að ég held að hafi nú bara komið upp í fyrra, svona nýtt orð. En það þegar aðili setur fyrirvara á afsökunarbeiðni sína. Dæmigerð afsökunarbeiðni ég biðst afsökunar ef ég særði þig, ég tek fulla ábyrgð á hegðunum minni ef hún særði þig. Afsökunarbeiðni gerir í rauninni lítið úr brotinu og oft notast við orð eins og óásættanleg hegðun eða dómgreindarleysi í staðinn fyrir ofbeldi. Og þarna firrar gerandi sig af fullri ábyrgð og iðrunarvotti og setur í raun ábyrgð á gjörðum sínum yfir á þolandann. Sorry. Við við erum hópur af fólki sem að viljum taka baráttunum skrefinu lengra. En við byggjum þó ofan á þá þekkingu sem hefur öðlast í baráttunum sem hafa verið á undan okkur og við lærum af öðrum feministum. Við vinnum út frá því að þolendur eiga skilið að vera trúað. Þolendur eiga það skilið að samfélagi standi með þeim og styðji. Við vinnum eftir því og við veitum þolendum einnig nafnvernd, óski þeir eftir því. Og öll okkar vinna snýst í kringum þolendur, að trúa þeim, styðja og standa með þeim. Drifkraftur okkar að við viljum rugga bátnum, vera róttæk og svolítið óþægileg. Það þó ekki innan okkar stefnu að veita einhvers konar þjónustu við að vekja athygli á einstaka gerendum og við tökum því ekki við pöntunum að cancela fólki. Við erum meira í því að benda á þann rótgróna vanda sem að kynbundið ofbeldi og hversu lengi það hefur fengið að þrífast óáreitt í samfélaginu okkar. Og það á kostnað þolenda. Við sjáum bara hvað samfélagi verður hissa þegar það heyrir gerendur sem hefur alltaf séð sem góðan föður, skemmtilegan tónlistamann, fyndinn vin eða geggjaðan fótboltaspilara. Að því sögðu vinnum við einnig alfarið gegn skrimslavæðingunni því að gerendur ofbeldis geta verið hver sem og þeir eru sjaldnast skrimsli. Við viljum útrýma þeim aðstæðum þar sem að kynbundið ofbeldi hefur fengið að þrífast og við vekjum athygli á þessum aðstæðum og við krefjumst breytinga. Við erum hérna til að minna fólk á að ekkert umræðuefni ósnertanlegt. Kynbundið ofbeldi verður ekki liðið en það til staðar í óteljandi skúmaskotum samfélagsins. Þolendur eiga rétt á því að tjá sig án þess að vera þaggaðir niður og við viljum þolendavænt samfélag
sem tekur utan þolendur í stað þess að útskúfa þeim. Við fengum öll að sjá hversu rótgróið og algengt kynbundið ofbeldi í hverri MeToo-byltingunni á fætur annarri. Við viljum alvöru breytingar á því hvernig þolendum tekið á heilbrigðiskerfinu, lögregluyfirvöldum, dómskerfinu og að sjálfsögðu samfélaginu í heild. Við erum að berjast fyrir betra og þolendavænna réttarkerfi og við viljum að það séu afleiðingar fyrir gerendur á sama tíma og við trúum á betrunarsamfélag. En betrun mun ekki eiga sér stað ef að gerendur axla ekki ábyrgð og iðrast gjörða sinna. Í gegnum þann tíma sem öfgar hafa verið starfandi hafa verkefnin verið fjölbreytt. Allt frá því að veita þolendum vettvang og stuðning til að koma sögum sínum á framfæri, yfir í að skrifa umsagnir lagafrumvarp og þingsályktanir. Við höfum einnig skrifað margar greinar og yfirlýsingar og öllu þessu ætlum við að halda áfram. En það nú líka margt skemmtilegt á döfinni. Til að byrja með langar okkur að fara að selja öfgapeysur og annað merch. Og svo dreymir okkur að hefja fræðslupodcast kynbundið ofbeldi og undirbúningsvinna fyrir það hafin. Í kjölfarið af því langar okkur einnig að geta boðið upp á fyrirlestra líkt og þennan með fræðslu málefni sem að tengjast okkar baráttu. En ég held að það sé allir að fá nóg á okkur. Þannig við förum að segja þetta gott, en við langar líka að benda ykkur á að við elskum kaffi og þiggjum kaffistyrki á Buy Me Coffee síðan okkar sem linka henni má finna bæði á Twitter og Instagram hjá okkur. En nú tökum við líka glaðar á móti spurningum. Erum við með eitthvað spurningar online eða kannski að byrja úr salnum eða? Eitthvað spurningar úr salnum? Og ég spyrja það því blaðamaður. Já. Og það ég frá Stefán og við höfum rætt að loka kommentum. En kommentin eru rosalega mikið líka bara á Facebook eða eitthvað öðru samfélagsmiðlum og kannski upplifir eitthvað svipuð eða það ekki. Sérstaklega leiðandi að sjá anstíkileg kommentin til minna fléttum. Já, það allavega mín upplifun að þetta nú langmest á Facebook sem ég tek eftir á Facebook síðan fjölmiðla, þar sem að þau gjörsamlega hrannast inn. Ég held að mest hafi verið einhver 300 komment undir fréttum mig, og þar sem að 90% bara ógeð. Það spurning hvort það sé einhver síja á þessu, þannig að það fari ekki allt í gegn, Af því að líka eins og við erum ekkert eitthvað endilega að skima mikið eftir þessu, það mikið líka bara sent á okkur, bara guð, varstu búin að sjá þetta, þannig að þetta svona, já, við náum ekki að forðast þetta og svo þetta náttúrulega bara, ég veit ekki hvað sem jákvætt það að fólk geti tjáð sig svona með þessum hætti, Það líka forvari minnum mig á síðum fjölmiðla sem stendur ef að orðræðan hatursfull og gefa fjölmiðlinn leyfi til þess að blokka einstaklingi, til dæmis eins og á Facebook. Af hverju þetta ekki notað meira þegar það verið að segja að skjóta okkur, nauðga okkur, hengja okkur, flá okkur og það bara freedom of speech, þetta meikar ekki sens og sérstaklega þegar löggjöfin hatursorðræðu á Íslandi jafn arfaslök og hún í dag, þá myndi maður þykja kannski vænt það ef að fjölmiðlar myndu sía þetta. Ég vil bara vilja skilja það eftir, ég hef persónulega blokkað mjög marga en maður hefur alls ekki yfir síðan þetta fyrir utan okkur aðeins grunnuna. Ég var virkilega til í áframhaldandi þegar samtalið þetta. Við erum ritstjóra og við ykkur og kannski grunnuna. Absolutt, það bara við erum mjög til í það. Frábært. Getum við séð eitthvað þessum spurningum ef það einhverjar spurningar online eða? Við erum að skoða þetta við Helga. Okay. Já, það svona, ég sé engar spurningar en ég sé mjög mikið bara ást og umhyggju. Já, það var eitt Yay! Svona að fá eitt hatturskomment, mér sýnist að það hafi farið fljótlega. Já, þú fær peysu mjög soon, Guðrún. Við þurfum líka þessar peysur. Okkur vantar líka þessar peysur. Það eru ekki að peysur. Einhverjar fleiri spurningar frá ykkur? Nei. Djöfull erum við duglegar, við bara Við skiljum þessu bara frá okkur, það ekki hægt að spyrja. Þetta var svo vel útlýst hjá okkur, það greið svaraði þessu spurningu. Og segjum bara takk fyrir okkur. Já. Það var virkilega gaman að fá að vera hérna og takk fyrir að bjóða okkur. Já, takk hérlega. Takk æðislega fyrir. Það var ein spurning. Það spurning. Hún Elísabet Lilja.
Hvað er besta leiðin fyrir forréttindakonur að styðja við ykkur og berjast hlið ykkar? Vá, það er góð spurning. Það er mjög góð spurning. Mér finnst hún persónulega vera að gera allt sem hún getur með því sem ég hef fylgst með henni. Hún er búin að styrkja okkur og kommenta og svara fyrir okkur og mér finnst... Já, Elisabeth er drottning. No pun intended, ég er að fatta þetta eftir á. En já, ég held að það sé líka bara þess að maður þarf ekki alltaf að vera svona ótrúlega sýnilegur og berskjaldar í þessar baráttu, þar sem að fer fram bak tjöldin skiptir líka alveg jafn miklu máli. Já, bara taka saman og heyrir skaðlega orðræðu eða verður vitna ofbeldi að stíginni og svoleiðis. Já, taka samtalið. Það er ofboðslega gaman að heyra unga stelpur senda okkur skilaboð og bara ég tók samtalið við pappa og það tók 4 tíma en það var algjörlega þess virði og spurja. Já, en þú er samt peppar í lífsokkar, Elisabeth, það er alveg þannig. Þannig að bara halda því áfram líka. Það er svo strjúk eitthvað. Guðrún spyr hvernig eru þið svona sterkar fyrir ljótum kommentum? Við erum alltaf hópur, en við erum ekki svona svakalega sterkar og við erum stundum marga klukktíma að tala við hver aðra og sjálfsfróðan og sóbril sé lausnin við öllum þessum kommentum en ég ætlum ekki að fara að agitera fyrir því. Nei. Mér finnst við oft líka bara, við erum svo duglegar að grípa hver aðra. Ég á mjög erfitt með þessu komment sko og við höfum alla lent mjög illa í mörgum ógeðslegum kommentum og einkaskilaboðum líka, þetta er ekki alltaf á veraldarvefnum. Þannig að mér finnst bara leið og ég fæ skilaboð þá sendi ég það yfirleitt alltaf í hópin og bara stelpur og það er grípa mig. Þetta er líka áhugavert að sjá kommentur á karlmönnum að segja að þeir bera ekki virðingum fyrir konunum að þú vilji ríða þeim. Við höfum líka fengið svona athugasemdir frá karlmönnum, ég myndi aldrei ríða þér þótt ég væri lokaður og eyðieyja með þér og ég bara fyrir ekki hvað helst og ekki sens það. Eins og hún Kara Kristel segir, the audacity stundum í karlmönnum. En ég meina ég samt eins og þegar ég var í samantekt á því sem að ég var að tala skilur, ég meina ég tók alveg 2 tíma og ég bara grét sko, ég var bara niðurbrotin eftir þetta sko. Af því þú ert líka að taka allt saman, þú veist, alla heildarmyndina, af því þú kannski fær bara 1 og 1 komment í einu og þú bara svona puff, þú veist það fær bara inn eitt og út hitt, en svo þegar ég var búin að taka þetta allt svona saman og sjá svona í heildina bara svona viðbjöðun sem það viðgengst þá var ég eiginlega svona, tók alveg svona halvan dag að vera mjög punkterið sko. Þannig að ég held að það er líka bara mikilvægt að leyfa sér pínu að vera og það máli grátið sér líka og við þurfum ekkert að vera ógeðslega sterkar í öllu, við erum líka mannlegar skilur og það er jákvætt að sýna mannlega hlið á sér og segja bara stundum brýtur þetta mig skilur og það, ég meina, það er engin sigur fyrir neitt sem er að brulliði mig sko. Nei, mér finnst líka þú veist, við grátum yfir þessu og okkur finnst þetta leiðilegt og þú veist, við virkum eins og við séum bara skjótum þessu út sem einhverju háð og við erum bara eitthvað, haha, þetta var fyndið eins og ég setti einhvern tweet eitthvað, ég er nú bara vel riðin þakka þér fyrir, þú veist, en innst inni var ég bara, þú veist, hvað er hann að skrifa, akkur er hann að pæla í þessu og þá er mjög gott eins og Ólöf segir að sýna bara mannlegu hliðina, við erum mannlegar og okkur finnst þetta óþægilegt. Maður sér líka svo greinilega fitufordómana í þessari umræðu þegar við vorum að byrja í öfgum, þú veist, þá var ég í lyfjameðferð og ég var bólgin sko bjúið og endalaust að fá komment undir bara auðvitað er hún feit, þess vegna hatar hún karlmenn að þú er svo feit á meðan að ég var að berjast við erfið veikindi og núna er staðan líkamlega önnur á mér og þá hefur þessum kommentum hefur þeim fækkað sem gerir mig líka bara, ótrúlega sára yfir því að verðmæti mitt í augum suma þessara einstaklinga er hversu mikið þeir vilja sænga hjá mér. Að það sé meira tekið að marka þau sem ég segi því ísettilegri sem ég er, skilur. Þetta er bara absolutt kvenfyrirlitning í sinni skýrustu mynd, sko. Já. Þetta er svolítið svona Þetta er beauty is good. Þú veist, það er gott að vera falleg og grönn og allt þetta. Við vorum með spurningu hérna. Já, ég ætla að fara að segja svona með þess að baráttu og svona sem aftur komið. Það er svona, þess að maður einhvern veginn upplifur eins og þetta sé svona þess nýtt eða þannig, en ég man það eins og svona opnaði bara svona mínu augu svo mikið fyrir þessu var þess að sjá
svona blöð frá 1920 í Bandaríkjunum, þar sem að þú veist, svona kannski fyrsta bylting feminismans að gera, þar sem að það eru bókstaflega að berjast fyrir kosningarétt og þú veist, ef maður skoðar bara svona þessi patterns í sögunni, þú veist, svona andfeministar, svona feðraveldis, pro-patriarchy fólkið, hefur alltaf komið með sömu gagnrýni, þú veist, það var bara, þú veist, þá að vera að kalla þær eitthvað, þetta er þú veist, einhverjar ljótar, feitar, eitthvað lesbíur og eitthvað sem að, þú veist, hata karla og þess vegna vilja kosningarétt og þess vegna vilja vinna, þú veist, það var svona, þú veist, þessi, eða ég veist, mér finnst svo margir uppleið svo þetta sé svona eitthvað nýtt, eitthvað svona, já, þú veist, öll hinn feministka var svona góð, en núndir þau komin, en þetta er alltaf sko, ég held að það sé bara kannski meira sýnilegt núna út af internetinu. En þú veist, ef maður skoðar söguna þá er þetta aðferð sem við notum gegn konum til fjölda ára og þá sérstaklega gegn sko frægum konum þar sem að þær eru gjörsamlega teknar af lífi í fjölmiðlum ef þær eru ekki nógu vel klæddar þegar að fara á McDonald's eða eitthvað skilurðu, þú veist, og þetta er bara, já, þú veist, þetta hefur verið notað alveg mjög lengi, sko. Það er líka bara aðferðin til þess að Monica Lewinsky ábyrgðum að setja á hana að forseti Bandaríkjanna hefði haldið fram hjá konunni sinni og hann hefði þurft að segja af sér af hverju var ábyrgðin hennar, þú veist, og líka bara hvernig var gengið fram að Paris Hilton, gengið fram að Lindsay Lohan, Britney Spears, akkurat sem er með sömu greiningu og Kanye West, en ekki hann, skilurðu. Hann er bara flottur gæður. Hann bara flott. Já, flottastur. Sko, það sem ég langar að segja hérna er að það sem, eitthvað sem fjölmiðlar eiga bara að taka til sín er að þau geti hætt þessu, sko. Já. Þau geti actually stjórna þessu og hætt þessu rugli. Það að tala smellibeiturnar. Ertu að tala smellibeiturnar? Já, til dæmis, og bara kommentakerfin og allt þetta. Við þurfum ekki að vera einhver smellur til þess að selja auglýsingar, sko. Fjölmiðlar hafa Það er alveg hægt að tala þessa baráttu á jákvæðan hátt fyrir alla, sko. Þú veist, af okkur, þolendur. Vilja fjölmiðlar þegar þau setja smellibeitur á sama plani og Eiríkur Jónsson. Þetta er bara fýsileg afstaða fjölmiðla. Af því að líka bara eins og við höfum verið að biðja, viljið þið nota betri myndir af okkur, þið viljandi veljið eins skelfilegar óflatterandi myndir á okkur. Eða við höfum oft sendt sko skilaboð á fjölmiðla, Tanja eða Ólöf er ekki forsvarskona öfga, talskona öfga, af því að við erum hópur og við komum saman sem hópur, ekki eina af okkur í frontinn til þess að hún verði tekið niður, það er bara ekki hannig og það er oft stundum ekkert bara að hlusta á það, sko. Það er bara samtaldið, þóttu við sendum e-mail en að taka þetta út, við erum bara saman sem hópur, taktu út þetta forsvarsmaður eða talskona eða hvað sem það er ekki gert, sko. Og líka bara þessi tíska í dag að taka tweet eða Facebook status af þolenda og gera grein úr því, bara copy-paste af þjáningu þolandans og setja það upp sem grein án þess að fá samþykki. Þið fáið ekki samþykki fyrir því að birta þetta og jú, ok, fólk getur alveg aðgera að það sem þú setur á veraldavefinn, það er bara free for all, en þetta er gjörsamlega siðlaust. Og þegar að þolendur hafa sambandi sem þessa fjölmiðla, þá bara, já, nei, það er ekki að taka þetta út og við vitum mörg dæmi til þess að þolendur hafa sem grátandi eða miklu uppnámi og sendt fjölda allan tölvupósta, viljið vinna að taka þetta grein út og erum með kommentakerfin opinu og það er bara, nei. Stoppa mér í hættu. Já, það stoppa mér í hættu. Þau bara er hægt, en svo er það hægt, sko. Akkurat. Herru, við skal bara slúta þessu bara stelpur. Já. Líka þessu. Já. Takk fyrir okkur. Takk fyrir. Já, takk fyrir. Bye.